Góðan daginn og velkomin í Þak yfir höfuðið. Gestur minn í dag er Ingibjörg Gróa Gunnarsdóttir, viðskiptafræðinemi á 3. ári við Háskóla Íslands. Ingibjörg Gróa setti inn afar áhugaverðan pistil af fjármálatips og ég ákvað að fá hana í smá spjall í kjölfarið framtíðarhorfur á fjármála og fasteignamarkaði. Þannig Ingibjörg, núna eru ansi margir tvístígandi framhaldið. Er þetta góður tími til að kaupa eða selja fasteign? Á ég að bíða og bara eftir hverju á ég að bíða? Sko þegar kemur á fjárfestingum eins og fasteignum þá er náttúrulega alltaf viss áhætta til staðar sem að fólk er ekkert afskaplega hrifið af en það er bara staðreyndin. Og þannig að þú getur aldrei forðast hana með fullu sko en hérna sagan hefur sýnt okkur það að fasteignir eru nokkuð örugg fjárfesting þannig að ég held að þú ættir að vera nokkuð öruggur þótt þú sért að kaupa fasteign í dag. Það er nefnilega, ég er búin að fasteignaselja 19 ár og það er svo margir sem vilja koma inn á fasteignamarkaðinn á besta mögulega punktinum. Þeir ætla að selja á hæsta mögulega verðinu og þeir ætla að kaupa á lægsta mögulega verðinu. Og ég hef sjálf verið með viðskiptavinni sem að sögðu við mig fyrir 2 árum. Þú veist, Ásdís, ég ætla ekki að taka þátt í þessari geðveiki verðinu og svo há. Og á samanskapi bendi ég á, sko, þú gerir grein fyrir leið og hæsta punktin náð. Hvað gerist þá? Förum við aðeins niður. Þannig að ég er að velta fyrir mig, sko, þetta er bara svo að vera með kristalskúlu. Þú getur aldrei fundið besta punktin. En náttúrulega fasteignir hafa sjaldnast lækkað í nafnvirði þótt þeir hafi lækkað í raunverði í skemmri tíma. Já. Þannig að þú ert í heimahúsi og með útborgunina inn á verðtryggðan reikning þá kannski ekkert að því að bíða í ár, skilurðu, en ef að þú ert með á leigumarkaði og annað og þá sé ég ekki okkur eftir að vera að bíða sko. Þannig að þetta er bara rosalega persónubundið. Já, er þetta ekki akkurat málið? Þetta er svo persónubundið í hvað aðstæðum þú ert hverju sinni. Já. Þannig að maður sér oft sko, það er mikið af svona fjármálagrúppum minn á Facebook og maður sér oft fólk að segja ég er hérna 25 ára og ég bý heima og ég kaupa eða selja. Já. Er ekki svolítið erfitt að svara þessari spurningum með þessar forsendur sem þú hefur? Náttúrulega vantar ég þetta eftir að borga heim, hvað átti afborgun, hvernig þetta að geyma, hérna útborgun að segja. Já. Svo margir þættir sem þú þarf að horfa til þegar þú ert að standa frammi fyrir þessu ákvörðun, sko. Já, og ég horfi svolítið þegar þú varst að tala sko hvernig fasteignin hafa lækkað. Ég var náttúrulega fasteignasali í hruninu og ég upplifði aldrei sko eignirnar væri að lækka 10%. Nei. En eigið því hjá fólki, það lækkaði 10% því þú átti kannski, já maður svona velta fyrir sig hvað kostuði eignir, 50 milljón króna eign sem er kannski ekki mikið í dag, en þú átti kannski 50 milljón króna eign og þú skuldaðir eignin 35, þannig að það átti 15. Og síðan seldur þessu eign á 48 milljónir sem er ekki mikið frávik, en þú skuldaðir alltaf í henni sko 43. Já. Þannig það er svolítið það sem gerðist eftir hrun. Já. Og líka þá náttúrulega voru 100% lánin. Já. Þannig að þá var ekkert svigrúm fyrir því að verðbólgan myndi tekka inn í verðtryggðu lánin til að það var engin fóti eða skiljunni. Nei, það er nefnilega máli. En það er samt sko eins og bendir á áðan, ef þú býrði í eigið húsnæði, þá kannski skipta þessar sveiflur ekki öllu máli. Nei, 100% út af því að ég held að fæstir sig að kaupa sér fasteign í skemmri tíma, bara ég ætla að kaupa mér fasteign í ár til að græða. Já. Og ef þú kaupir fasteign í ár og selur svo þá þarftu væntanlega að kaupa eitthvað annað. Nákvæmlega. Sem hefur þá hækkað að lækka með fasteigninni þinni. Já, þetta er nefnilega, þetta snýst ef þú ert að koma inn á markaðinn, ef þú ert að kaupa og selja, þá skiptir ástandi á markaðinn kannski í öllu máli. Því ef þú kaupir dýrt, þá selur dýrt og ef þú kaupir ódýrt, þá selur ódýrt. Þannig að þú þarft alltaf, þetta er alltaf spurningin þessa frægu milligjöf. Já. Og svo er líka gott orðatiltæki sem segir besti tíminn til að kaupa fasteign var í gær. Já, það er nefnilega, og ég nota það svolítið mikið að þeir sem að vildu ekki stökkva inn á markaðinn fyrir 2 árum og maður hugsaði sko ef þú er komin á markaðinn fyrir 2 árum þá hefði getað hreinlega að stækka við þig upp í næstu eign í dag miðað hvað verðin á að hækka. En ég var með ungan hagfræðing hjá mér fyrir nokkrum þáttum og hann sagði sko þú ætlar að reyna að lesa í þetta og þarf að vera betri en bestu greinendur á fjármálamarkaði í dag. Þeir geta í sjálfu sér ekki 100% lesa í þetta, skiljurðu. Það er alltaf bara svona, þeir halda þetta muni ske. Já. Þeir eru ekki fullvissir. Nei, það getur enginn vita þetta. En fólk er samt svo fljótt að segja, já þetta er að fara að ske. Eins og sé bara fullviss sko að fasteignir sé að fara að hrapa í
nafnverði. Já, og ég segi það alltaf á móti, þú veist, af hverju heldur að sé að fara að hrapa í nafnverði, hvaða forsendur höfum við? Og því að það sem gerist náttúrulega, allavega mín 90 ára reynsla, það sem gerist ef að verðin myndi nú hrapa, þá enginn að fara að selja, nema hann neyðist til að selja. Þú veist, þú ert að skilja, þú ert að flytja til útlanda eða þú eignast þú ert tvíbura og þú bara verður að stækka við þig, en allir aðrir halda þessum höndum. Þannig að þetta sko, af því ég fæ oft svona fólk segir, ég ætla að bíða eftir brunaútsölunni og ég segi alltaf hvenær heldur hún verður. En síðan náttúrulega ef það kæmi brunaútsöla þá getur rétt ímyndaði hvernig efnahagsástandi væri á Íslandi og hvernig það aðgengi að lánum. Já. Þannig að þá heldur ekkert öruggt nema þú sért að fara staðgreiða íbúðina og getur gert eitthvað góða brunaútsölu. Það nefnilega það sem fólk þarf átt að segja á líka. Eina ástæðan væri brunaútsöla fyrir að bankarnir væri hættir að lána eða vextinni væri 15% verðtryggð eða eitthvað svona, eitthvað þess áttar og það sko, fólk einmitt það er svo ofta að leita hennu eina rétta svari. Þú veist, á ég að taka verðtryggð lán eða óverðtryggð lán? Og margir segja sko verðtryggð lán ætti að vera ólögleg. Hvað finnst þér? Hvað lána ég að taka núna? Sko, þegar kemur húsnæðislánu þá ekkert one size fits all. Það er náttúrulega að fólk með mismunandi markmið, fólk með mismunandi tekjur og það er svo margir þættir í þessu. Og þannig að fólk þarf bara eiginlega svona átta sig á hvað það er að sækjast eftir, skilurðu, vill það lága afborgun og hægari eignamyndun, vill það hærri afborgun og fljótari eða hraðari eignamyndun, vill það fara milliveginn. Að það snýst eða bara mest það að vera að spenna bóðan ekki of hátt til að, þú getur lent í vandræðum með greiðslubyrðina. Með að verðtryggð lán ætti að vera ólögleg. Auðvitað myndum við vilja sjá lán eins og bara í Danmörku þegar óverðtryggð með 1% vöxtum. Það náttúrulega geggjað. Já, en náttúrulega raunin að það ekki boðið hér. Þannig að verðtryggingin fín fyrir ákveðin hóp og það viss hópur sem kæmist aldrei inn á markaðinn nema út af verðtryggð lán standandi boða. Auðvitað ekkert gaman að horfa á lánin hækka í næstu 2 stafa verðbólgu. Það er verðbæturnar að leggjast ofan á en það er alltaf oft á tíðum þá eru afborganir og sérstaklega þá að verðtryggðum lánum með öllu fasteignagjöldum og öllu því húsi og öðru oft á tíðum larri heldur en leiga sem fólk var að greiða. Svo náttúrulega ákveðið öryggi í því að geta endurfjármagnað og þá mögulega hækka lánið að þið vantar pening fyrir tannréttingum hjá börnunum eða eitthvað þannig að það alveg margir kostir held ég í því að vera frekar í eigin húsnæði heldur en á leigumarkaði. Já, ég algjörlega sammála því. Því að til lengri tíma litið þá ertu þá allavega að borga bankanum þessa húsaleigu en þú færð eignamynduna sem verður í eigninni. Þannig að ég alveg sammála, það svo mikið á þetta sem flesti komast inn á markaðinn. Og þetta kannski svolítið mín kynslóð, hún ólst ekkert upp við það að það væri eitthvað lánafrelsi. Það var einmitt bara one size fits all. Og ég man þegar ég kaupti mína fyrstu eign 96, þá var þetta bara verðtryggt lán til 40 ára hjá Íbúðalánasjóði á 5,1% vöxtum. Það var bara sjúklega gott. Af því að ég var að velja milli 2 eigna og það var 6% gat tekið yfir 6% vexti, en ég gat líka tekið nýtt á 5,1 og það var náttúrulega miklu betra lán. Og síðan eru margir sem hafa bara verið í sinni eign og tóku bara þetta frábæra 40 ára lán og endurfjármögnun kannski 2004 og ég ennþá að tala við fólk sem að segja sko, já ég bara með rosalega fínt lán, 4,15 og ég segi já ok, ertu á óverðtryggð? Nei, ég tók rosa gott lán 2004 og maður bara segir herðin en að fara að skoða lánamöguleikann þetta það er mjög stutt síðan óverðtryggð vexti voru bara 4%. Þannig að ég ofta sko, ég byrjaði alltaf að segja fólk, þú veist, hvernig vextin á lánunum og ég vísa alltaf á Örbjörg og ég segi bara, þú veist, þarna getur séð alla mögulega lánasamsetningar og þú getur farið inn á lánareiknivélar hjá bönkunum og þú getur borið saman og það var reyndar að vera benda mér á það var ekki búið að setja inn alla nýjustu skerðingarnar frá Seðlabankanum þannig fólk þarf svolítið að passa sig á sko, þú farið kannski bara 30% af útborguðum launum í dag og svo framvegis en Seðlabankin einmitt búin að vera svolítið duglegur núna að hækka vexti og skerða sérstaklega svona lántökumöguleika fyrstu kaupenda. Hvað finnst þér svolítið það útspil?
ég skil alveg pirring fólks að kannski ég varst alveg að komast í land og svo allt í einu markið fært lengra frá, þannig að lengri marki. En á sama tíma skil ég líka af hverju þeir eru aðeins, þeir náttúrulega eru að reyna að passa upp á það að fólk fari sér ekki á voða og það er náttúrulega viss áhætta til staða núna í bara lífinu á Íslandi og bara alls staðar heiminn. Það er náttúrulega mikil verðbólga og annað sem hefur áhrif, þannig að ég skil þetta, en ég skil líka að fólk sé pirrað. En auðvitað þá náttúrulega bitnar þetta mest á fyrstu kaupendum og þá dregur úr eftirspurninni og þá auðveldar þeim fjárfestum sem eru að kaupa sér íbúð til útleigu kaupin, sem að ég veit náttúrulega að fólk er mjög óánægt með. Þannig að þetta er mjög umdeildanlegt. Hann var hjá mér Ásgeir og hann sagði sko, þegar ég fæ enga gagnrýni, þá í raun og veru veit ég að þá er allir kátir sko. Þannig að hann svo sem við fórum ekki yfir þessa, hann var ekki komin á langt í ferlinn þegar við hittumst, en ég held að hann sé í smá gagnrýni núna. En það er rosa erfitt að gera öllum til hæfis. Og ég held að þegar kemur akkurat á fjármálum að við erum svo mismunandi eins og við erum mörg og við erum svo mismunandi nálgun á hlutina. Þannig að ég held að þú getur aldrei gert öllum til að sjá þessi sviði. Nei, ég er alveg sammála því. En maður velti fyrir sig sko, nú ert þú tiltölulega nýbúin þegar ekki að kaupa þínu fyrstu íbúð. Hvaða ráðleggingu myndu gefa bestu vinkonunni ef hún segir bara, nú ætla ég bara að kaupa íbúð. Ég sá geggja íbúðinni í gær og ég ætla að gera tilboð þetta. Hvað myndur ráðleggja mig að gera? Sem fyrstu kaupa það? Já. Sko, ef hún er að fara bara ein í greiðslumat og annað, hún er að gera þetta sem sagt, nú hefur maður heyrt að fólk er að eiga við greiðslumatin. Skilurðu skrá og foreldra og annað inn á þetta. Og það er kannski alltaf í lagi ef að foreldrarnir eru tilbúinir að hlaupa undir ef að greiðslubyrði verður of mikil. En ef fólk er að fara eitt í greiðslumat og er að standast það, þá held ég að ætti ekki að hafa miklar áhyggjur út af viðmiðin eru rosa há sem þýðir að þú getur tekið visst högg ef að á svo kæmi, þannig að ég sé ekki. Það er nefnilega það sem þeir eru búin að gera. Þeir eru búin að þrengja viðmið, þannig að þú hefur meira svigrúm og náttúrulega eins og segir þegar þú tókst 100% lán, þá náttúrulega var ekkert svigrúm. Þú áttir ekkert eigið fé og þú varst kannski að spenna bogan alveg upp í, sko, mátti ekki minna 5.000 skalli og svo kom bara verðbólguskot og stýrivextir fór upp í 18% og ég held að yfirdráttarvextir hafi verið 25%. Þannig að þetta var eiginlega svona, þetta var krefjandi tími, skal ég. Ég held að fólk sé rosalega brennt eftir þennan tíma og það bara núna með hækkandi verðbólgu, þá held ég að fólk sé rosalega mikið að búast við að ástandi verði jafn slæmt á þarna og gleymi því svolítið, ok, við erum ekki með 100% lánin, við vonandi erum búin að læra eitthvað fyrir reynslu og eftir minni bestu vitund þá er, þú veist, Seðlabankinn betur staddur núna heldur en hann var þá og bara bankarnir og bara efnahagskerfið í heild á Íslandi meðan við þá, þannig að þetta er ólíklegt að saga myndi endurtaka sig, þetta maður getur aldrei svarað neinu með fullvissu. Nei, en ég myndi spyrja Ásgeir, hann var alveg sammála. Ég sagði Ásgeir, þetta stýrivextir fór upp 18% og veist hvað var máli og hann sagði, við vorum að verja gjaldeyrisforðann, en við eigum rosa mikinn gjaldeyri núna, þannig að hann var í raun og ekkert að spá því að við værum að sigla inn í sama tíma, en maður heyrir þetta svolítið núna, þú veist, við erum bara að sigla lóðbeint inn í krepp og það er kreppa framundan og ég spyr stundum hvernig lýsir kreppan sér sem er að koma og ég fæ raun og það kemur ekkert svona eitt svar. En hvað segir þú, erum við að sigla bara lóðbeint inn í kreppu? Sko, ég vil meina það. Hvað er kreppa? Já, ég vil meina það að náttúrulega kreppa er hugtak sem notað til að lýsa miklum samdrætti í efnahagslífinu og þá þjóðarframleiðslunni og það er náttúrulega atvinnuleysi eykst og þetta er náttúrulega það sem átti sér stað í COVID þegar COVID-faraldurinn byrjaði og náttúrulega til að reyna að draga úr þessum samdrætti eða áhrifunum sem hann gæti haft í för með sér. Það var náttúrulega ástæðan fyrir að Seðlabankarnir lækkuðu vexti eða fóru allir að tóku lán og fóru að dæla peningum í efnahagskerfi hérna. Fóru náttúrulega flestir að keypt sér fasteign. Þannig að núna erum við náttúrulega pínu byrja að sjá afleiðingarnar og hversu miklar það verði, hversu lengi það verða. Ég veit ekki hver getur svarað því. Nei, það er bara akkurat hárið, en það getur enginn, það er enginn sem veit þetta. Því að svo koma alls konar svona breytur eins og þú áttir ekki vona eins og bara alltaf kemur stríðið eða COVID, það átti enginn vona því. Þannig að
maður þarf held ég bara alltaf að horfa út frá sko sínum þörfum og ég alltaf, þegar fólk að spyrja mig hvað ég gera og ég segi náttúrulega að gera sem best fyrir þig, en margir sko vilja halda sér höndum og ég spyr alltaf mótið, þú veist, af hverju ætlar að halda þér höndum? Því að ef að verðin, þú veist, ef fasteignaverð heldur áfram hækka, þó sé ekki nema 4% á ári og þetta eru svo dýrar, háar tölur, að þá spurning nærðu að halda í við hækkuna og núna horfum maður svolítið á sko fólk sem á stórar eignir. Þær eru búnar að sko maksa sig held ég alveg rosalega. Ég hélt að reynda líka fyrir árið síðan að því ég mist bara verðin hækka. Hvað myndir nú segja foreldra hérna ef að þau væri að fara að minnka við sig? Þetta er góð tími. Það náttúrulega, ef þau eru að fara að minnka við sig, þá eru þau væntanlega að fara að kaupa aðra íbúð, þannig að það náttúrulega helst alltaf við hendur, þannig að sama ef við gera það þegar við fá hátt verð fyrir sína, þá þurfum við líka að borga hátt verð fyrir næstu og ef við gera það þegar að lágt verð, að þá semmilega sér lægra verð á minni íbúðinni, þannig að ég held að sé ekki rétti tíma, það er alltaf svona viss hlutfall þarna á milli og þetta er bara svona spurningum tölur, en já. Þetta er nefnilega, ég segi alltaf sko, fólk fer og svona 10 árum og seint að minnka við sig og ég er svona vona að ég hafi allavega vit til þess að gera það hans fyrr. Því að þú ert kannski í 300 fermetra einbýlishúsi og þið eru bara 2. Þú veist, þið áttu 5 börn og þau eru öll flytta heiman. Og þú ert með risastóran garð og risastóran pall og þú vilt bara vera í íbúðinni þessum sem átt á Spáni eða bara þarf bara að tryggja upp íbúð. Þannig að það er svo mikla tilfinningar einhvern veginn í fasteignakaupum, öll börnin. Bara standa í þessu, fara í gegnum bílskúrinn. Já, og veist, öll börnin mín fæmdust inn í húsinu, þannig að þetta er svona, ég held sko, ef maður tekur svona fjárhagslegan ávinning, það er ekki bara sko verðið, heldur, ég segi allt, hugsaði með rekstrakostnaði. Þú veist, ef þú þyrftir að borga helmikið með fasteignagjöld og fráveitukjöld og tryggingar og viðhaldið. Vinnan sem fyrir viðhaldið og þrif og annað sko. Já, vinnan sem fyrir í þrifin, þú veist, það er rosalega miklu meiri vinna að þrífa 300 fermetra heldur en 150. Þannig ég held að fólk ætti svolítið sko, einmitt að skoða bara hver er minn lífstíll og hvar er við, þú veist, ekki vera að pæla of mikið í því kannski hvað er nákvæmlega að gerast, hvað gerist í næstu vaxtahækkun hjá Seðlabankann, verður þetta 1%, 0,5%, ekkert. En síðan náttúrulega líka þegar kemur að þessi vaxtaprósentum að þá er náttúrulega viss hópur sem kemst ekki gegnum greiðslumat þegar vextirnir eru búin að hækka, þannig að þú gæti fengið tækifæri til að koma þér inn á markað og svo þegar þú ætlar inn á markað þá er það kannski bara horfið. Út af því að þá eru stýrivextir búin að hækka og þú stendst ekki greiðslumat eða Seðlabanki búin að setja eitthvað nýja reglur eða... Það er nefnilega, þetta er rosalega góð ábending og ég er svolítið að benda sérstaklega mínum fyrstu kaupendum á þetta að við erum að sjá að fyrstu kaupendur, þeir ná ekki að fara ekki um greiðslumat eftir að Seðlabanki skerti lána hlutfallið af tekjum og það kom auka hækkun á á vextina. Þannig að ég er svolítið að segja fólk, þú veist, ekki hugsa mikið nákvæmlega hvert við erum að fara, hugsa bara hvað get ég í dag og get ég keypt núna eða þarf ég kannski að bíða í ár og safna meira, hækka í launum eða hvað ég get. Þannig að mér finnst þetta að vera svolítið mikilvæg punktur að fara af stað þegar þínar þarfir eru réttar. Og ég sé alltaf besti tíminn kannski til að kaupa fasteign þegar þú þarft ekki að kaupa fasteign. Það er sko áður en að maður eignast of mikið af börnum og áður en að íbúðin verður alltaf lítil, þá hefur þetta rými til að skoða í staðan fyrir bara allt inni, tvíburarnir orðnir 3 ára, það er bara íbúðin alltaf lítil og nú verð ég bara að kaupa. Og þá einhvern veginn hefur ekkert svigrúm til að... En síðan þá er þetta svona sér Íslands hvað við búum stórt. Þetta því bara eins og aftur að við horfum til Danmerkur, þar er fólk að búa miklu minna. Kannski 4 manna fjölskyldi 60 fermetrum. Hér myndi það bara ekki ásættanlegt sko. Nei, þetta er maður veltir stundu fyrir sig, það því að það er bara, við erum svo leiðilegan vetur, við þurfum bara að vera inni. Ég stundu velti fyrir mig sko, við eyðum held ég miklu meiri tíma inni heldur flestar aðra þjóðir því að það er bara nokkrir mánuðir á ári þar sem maður bara nennir all út úr húsi og þá vill maður hafa svolítið rúmt sig og svo er þetta kannski spurning hvað maður er alin uppið. Ég er alin upp á Dalvík
og fyrstu verkamannabústaðinu voru raðhús. Já. Þannig að ég man þegar ég flytti suður, fannst mér voru skrítið að sjá þetta fólk. blokki. Já, fyrst að voru komin að 2 blokkir þegar ég flytti, en allt þetta fólk sem bjóði raðhús. Já. Fyrir mér var það bara verkamannabústaðir. Þannig að þetta er svolítið svona hvað er maður alveg uppi og hvað þekkir maður. En ég velti fyrir mig sko, bara þegar kemur að bara faglegri fjármálaráðgjöf. Af því við kynnumst þarna inn á fjármálatips og þar er rosalega mikið á góðri ráðgjöf, en það er líka rosalega mikið ráðgjöf sem að kannski bara byggt á þinni persónulegu reynslu og hún var ekki góð og þú eiginlega segir, þú veist, aldrei að gera þetta. Já. Get ég einhvers staðar fundið bara faglega ráðgjöf, einhverja fjármálaráðgjöf eða eitthvað, sem getur bara sest niður með mér og sagt, ok, þetta er svona, þú ert að fara að kaupa þinn fyrstu íbúð, þú ert þessi laun og þá myndi ég ráðleggja að taka svona lán og svo myndi ég ráðleggja að hafa svona mikið sparnað, þú veist, getur maður einhvers að fengi þessa ráðgjöf? Nú myndi ég halda eins og bara þjónustufulltrúar í bönkum getið aðstoða fólk við svona en síðan líka bara eins og nú þegar ég byrjaði að læra viðskiptafræði, þá kom fólk til mín, byrju Ingibjörg, hver er munurinn á verðtryggðu og óverðtryggðu og alltaf að spyrja með eitthvað svona spurningar sem mér finnst rosalega gaman að og þegar ég vill að fólk læri og taki með þetta ákvörðun sín fjármál. Nákvæmlega. Og þú veist, og ég held að það sé líka svona pínu svona búbla sem er að springa, það er búið að vera svo mikið tabú að ræða lán og laun og bara pening og fjármál og ég hygg ekki við að spyrja fólk, já, hvernig fasteignalán ert þú með og þú veist, hvað er að hátt, hvað er það borga mánuði og svona, mér finnst rosalega gaman að spyrja þessu og fólk segir það bara þegar kemur það ekki við. Já. En oftar en ekki þá er það rosalega áhugasamt að segja frá því annarkvort, þú veist, já, ég óverðtryggt með 4% vexti þegar þeir voru, bara, vel gert. Já. Það skilir þið. Hefði viljað fá það. Já. Já, en þetta er nefnilega svolítið góður punktur því að þú veist, þegar ég var hérna tölvöld yngri, þá var hann fyrsta lagi bara algjör launaleynd. Þú veist, við erum hérna bara að vinna hlið við hlið í sama starfi, en við máttum alls ekki segja hvað var með laun. Og það er náttúrulega helgaðist líka að því að sko, allavega ég er af þeirri kynslóð að kall minn voru alltaf með hærri laun. Við sátum hérna ég og Jón og hann var alltaf með hærri laun, þannig að máttu náttúrulega alls ekki fréttast. En núna er maður einmitt að sjá þetta að fyrirtæki eru komið með launavottun og sumir eru farin að bara ligga við birta sko launaseðlana bara á netinu og þetta er orðið svo miklu opnar og fólk er einmitt sko lítur ekki lengur á fjármál sem eitthvað svona enga tabú og það má ekki, þú veist, þetta er að breyta svo mikið, maður sér til dæmis eins og hérna þær sem eru með Fortuna Invest, þær eru með rosa flottan fróðleik, þannig ég held einmitt að þín kynslóð sé kannski bara að koma með þessar afurðir sem að mína kynslóð sannarlega vantaði og að hafa sko, það vantar svolítið sko þetta fjármálalæsi. Já, alveg 100%. Nú er áratugir sem ég var í grunnskóla, það var ekkert rætt neinn fjármálalæsi eða ég kláraði stúdent og ég vissi ekkert neina vexti eða lán og svo allt í einu bara ég var í konu til lífið og ég ætti bara að fara að kaupa mér íbúð. En það var enginn sem að sagði mér og það var það sem að mér fannst mjög sorglegt er það þegar það var verið að koma til mín og spyrja munin á verðtryggðu og óverðtryggðu láni, þá var þetta einstaklingur sem var með íbúðalán og búin að hafa íbúðalán í dágóðan tíma. Nákvæmlega. Þannig að mér finnst það svo sorglegt að fólk fá ekki hérna kennsluna áður en það þarf að standa frammi fyrir þessu ákvörðun. Já, það er nefnilega og mögulega, þú veist, þetta er að breytast. Ég veit að bankarnir eru komnir með miklu meira bæði fræðslefni á netið og þú hefur fullt af vefu núna eins og Örbjörg, þú getur borið allt saman. En þetta er í raun og veru, sko, ég held að þetta verði eiginlega bara, við þurfum að setja þessa byltingu í gang, bara fjármálalæsisbylting að 13 ára barn á bara að vita hvað er verðtryggður vextir og hvað er óverðtryggður og akkur ætti ég að setja fermingarpeningana mína inn á þennan reikning en ekki hinn. Í dag er þetta meira bara svona þessi banki lætur mig fá 10 skall eða legginn og þessi gera 5.000. Þannig að þetta er eiginlega sko, það er ekkert plan. Og það vantar líka sko, ég velti oft fyrir mig sko að þegar maður eignast fyrsta barnið, þá ætti maður að fá svona bækling. Eftir 23 ár mun barnið þurfa að kaupa íbúð. Þetta við mælum með þessar leiðum af því að þú raun og veru gætir, maður gæti lagt miklu betri grunn að fjármálalæsi og fjármálaveldi barnanna sinna ef maður fengi einhverja kennslu. Þannig að í raun og veru kannski bara spurningin er, hvað skiptir mestu máli fyrir fólk þegar kemur að fjármálalæsi? Ef þetta er að gefa 3 ráð fyrir fjármálalæsi,
Hvað þyrfti maður að læra? Það er náttúrulega bara að hafa grunnþekkinguna til að taka meðvitaðar ákvarðanir og mér finnst svolítið svona hjarðarhegðun á Íslandi að koma svona tímabil þar sem allir eru að endurfjármagna en kannski ekkert endilega út af því stundum spila það auðvitað inn í en það er bara eitthvað svona, einn gerði þetta að hann fór að tala sko að hann hafi er að borga 20 skalli minna á mánuði af húsnæðisláninu, samt sama upphæð og þá fyrir næstu og svo byrjar svona boltinn að rúlla, fattaru og það er rosalega mikil hjarðarhegðun og ég held að það komi líka á eins og með núna að innan fjármálatips þá er bara einhver umræði í gangi að það vera að tala verðtryggðu lánin eins og sé bara eitthvað sárasótt sem þú bara forðast með öllu skilurðu og maður bara eitthvað svona ok en úst, ég skil fyrir þig og þín markmið og það þá henda þetta og ég skil alveg af hverju ekki hrifin að verðtryggðu láni en hvað fyrir láglauna einstakling sem á bara enga leiðin og marka nema með verðtryggðu láni á hann það bara frekar að vera leigumarkaði og bara aldrei að koma sér inn á markað út af því að þú ert með aðra skoðun að þín skoðun á verðtrygginguna er svona. Nákvæmlega og þetta er nefnilega mjög góð punktur þannig í raun og veru láta þau loka orðin dag að okkar ráðlegging til fólks að bara auka fjármálalæsi og taka ákvarðanir út frá sínum þörfum af því að þegar 23 ára það getur verið mjög ólíka þarfir þú ert 53 og 73 ára. Þannig að það er rosalega gott að fá bara mikla og góða ráðleggingar en þegar upp í staðið þá stendur þú og fellur svolítið með þínum aðgerðum þannig að ég myndi skoða þetta alltaf ef við mælum með því að skoða þetta alltaf út frá sínum eigin þörfum. Þannig að takk kærlega fyrir komin Ingibjörg, virkilega gaman að fá þig. Já, takk fyrir mig. Og við sjáumst aftur í næstu viku.